Já, komið þið sæl. Gæðan var dálítið misskipt hjá okkur í dag. Við vorum að vinna mikið með 10 stigin hér á vesturhelmingi landsins og þar var nokkuð þungt yfir og dumbungur á köflum. En þegar austadró á landinu þá hækkaði hitastigið nú töluvert og fór hiti hæst í 21 gráðu á Egilsstöðum og reyndar náðan yfir 20 stig á nokkrum öðrum veðurstöðum á Fljótsdalshéraði og Borgarfirði eystri. En það töluvert blástur í þessu. Við erum með hæð hér rétt norðvestur af Írlandi og svo lægð hér inn á Grænlandshafi og þétta þrýstilínur því yfir landinu. Gula viðvarnir í gildi fram á nóttina á morgundaginn. Við komum betur inn á það og eftir en við sjáum að svona kannski staða þessara kerfa ekki mikið breytast, allan ekki varðandi hæðina, hún heldur nú svona velli. En fyrir þó að teygja anga sína hér til lands, það verður hækkandi loftþrýstingur hjá okkur sem að slær nú svona þá á mestu úrkomuna getum við sagt, öllu stöður loftmassi, en það verður vissulega áfram hjá okkur suðvestlæg eða vestlæg átt næstu daga sem að verður þá ásýna það verður hlýjast áfram austan til á landinu og hvað var loftmassan og hitafarið þá sjáum við að það hlýtt yfir landinu í dag og það verður það einnig áfram fyrir utan svona eilítið kalda tungu sem kemur hér inn á norðvestanvert landið en hörfar nú fljótt og vel til norðausturs og þetta verður í staðan hjá okkur næstu daga, suðvestlæg átt ríkjandi og hlýtt loft yfir landinu. Ef við lítum aðeins nær og svona hvernig staðan þá eru í þessu tölum orðum gula vindaviðvarnir í gildi fyrir norðvestan og norðanvert landið. Þetta nú svona fyrst og fremst miðað að léttu útileguvagnunum. Við sjáum það að hjólhýsin og léttir útileguvagnar eru komnir á vegi landsins og geta nú hæglega fokið í þessum hvössu vindstrengi sem í þessari suðvestanátt þá á norðvestur og norðanverðu landinu. Og einnig það náttúrulega eðlilega að hugsa að lausamunum. En við sjáum að það hérna úrkomukerfi yfir vesturhelmingi landsins, það deyr smá sem að drottni sínum, svona smá blár tónn í þessu öðru hvoru vestanlands á morgun, en það verður að mestu úrkomu lítið og jafnvel bjart veður víða austanvert landið, en sennilega skýjað meira og minna hér vestan til á landinu. Og þannig nú svona dálítið tónninn fyrir næstu daga. Við sjáum hér stöðuna klukkan 14 á morgun og þá verður vestanátt og hún verður nokkuð ákveðin. Við munum finna nokkuð vel fyrir henni, sérstaklega hér með suður og norðurströndinni. Svona verður mikið að vinna þetta með 5-10 stigi hita eða svona 7-10 stigi hita hér vestanlands en hitatölur hækka nokkuð örtur ef við komum austur yfir land og viðbúið að hiti farið þar aftur í eða yfir 20 stigum á morgun. Spálíkonur gefa til kynna að það muni gerast hér á sunnanverðum austfjörðum eða á Lónsöræfum hér rétt norðan Hafnar og í raun og veru þá breytist ekki mikið næstu daga þar á eftir nema það svona slákar heldur á vindi, áfram skýjað mest á vesturhelmingi landsins, bjarta þegar austan dregur og hlýjast þar. Og þegar við komum síðan fram á fimmtudaginn nokkuð svipuð staða, eilítið meira raki í þessu sem gera verkum að það getur eitthvað dropað meira þá hér á vesturhelmingi landsins, örlítið litla breytingar og svo sjáum við að á föstudeginum að þá ætlar nú eitthvað að bæta í úrkomunum þá hér vestan til á landinu en heilt yfir verður svona meira og minna þurrt á vesturhelmingi landsins þó það verði nú skýjað en ætti að vera fínir dagar framundur austan til á landinu. Og rennum okkur þá örsnögt yfir til Evrópu og það bjart á Bretlandseyjum og víða í Skandinavíu og þar eru gular og appelsínugula viðvaranir í gangi vegna skógareldahættu en mjög óstöðugt í suðausturhlutanum, þrumu veður þar víða og þetta teygir sér inn á Íberíuskagann eins og sjáum hér víða hellinembur á norðurhluta Spánar og Portúgal og enda þetta síðan hér á Kanaríum. Þar ætla nú að vera svona ágætis og nokkuð hefðbundinn dagur á morgun. Segjum það gott að vera í dag, verið sæl.